Þetta var Kaffi Vest var mjög áhugavert vegna þess að ég legg það til í viðtali við Sölva Tryggvason að menn opni flóttamannabúðir nærri Kaffi Vest þannig að þetta fólk skynji hvað við að fást bara þannig að fá raunveruleika tenginguna. Því fylgja miklar áskoranir að fá flóttamannabúðir eins og gerist á Reykjanesi og ekki allt mjög fallegt þó að það sé verið að reyna að hjálpa fólki. Svo gerist það nokkrum vikum seinna að það er ákveðið að taka Jóðhúsið undir flóttamannaþjónustu og hvað gerði þá fína fólki í Vesturbænum? Það kærði og kom í veg fyrir að það væri hægt að koma þessu fólki fyrir því þau vildu alls ekki fá þetta fólk að Kaffi Vest. Það mátti ekki gerast. Það er betra að halda þeim að kaffihúsunum í Reykjanesbæ. Já, þetta er svo mikil hræsni. Og hvað finnst þér ætti að gera eins og með fanga á Íslandi sem eru síbrotamenn jafnvel og eru í fangelsunum á Íslandi? Myndirðu vilja gera það sem að Trump er að gera? Já, að bara koma þeim á landi. Ég meina, sjáðu Kúrani, þennan mann sem, það þarf 5 fangaverði á 1 mann. Þess að hann makar skít og þvægi á veggi og samfanga og aðra slíka. Hann svífur okkur með því að taka þetta nafn Gunnar T. Jóhannessonar. Hann er með því líkan brotaferil. Nú verður hann í fangelsi árum saman. Það kostar okkur margar milljónir ári. Og það er vegna þess að það þykir ekki öruggt að senda hann aftur til Sýrlands. Nei. Býtum á setja íslenska fangaverði í stór hættu við að hafa heimil á honum. En það má ekki setja mann sem hefur sett hér alltaf annan endan í einhverja hættu við að fara til Damaskus eða hvað það er. Bara frímerki á rassinn og út. Sammála, ég er sammála því. Mér finnst að þetta er alveg, þessi maður er ekki með neina yðrun eða hann var ekki undir neinum áhrifum, hann er bara svona. Ef að hingað koma menn sem vilja hér setjast að og sækja hér hæli og vernd og njóta það ríkari verndar heldur en margur hver Íslendingur hvað varðar aðgengi að heilbrigðisþjónustu og öðru slíku. Ef að þessi menn brjóta svo af sér, þá eiga þeir ekki að njóta þessara réttinda og menn segja að það þurfa að vera mjög alvarlegi glæpir. Ég segi bara ef þú ert að koma sem flóttamaður og þig vantar skjól, þá er ekki til of mikils mælst að þú haldir það á mottunni og rænir ekki verslanir eða bergir fólk. En auðgir eða? Hvað það er, bara í þessu efni eigum við að vera með það sem kallar á góður íslensku zero tolerance, algjört. Veistu hvað það er mikill penningur sem fylgir hverjum einstaklingi eða svona? Nei, ég held að það sé mjög misjafnt og auðvitað er þetta fólk ofta að koma úr alveg hræðilegum aðstæðum, hefur ekki notið heilbrigðisþjónustu, tannlæknaþjónustu, það eru heyrnartæki, sálfræðiþjónustu, það eru þetta mat og húsaskjól sem þarf líka að vera af þeirri tegund að sómi sé að. Og þetta kostar pening og við hefum ekkert að veigra okkur við að taka á móti flóttamönnum eins og aðra þjóðir gera. En það er auðvitað líka margbúið að sanna það og sína að best er að hjálpa fólki sem næst heiminu sínum. Já. Sem næst þeirri menningu sem það býr við í grunninn og það vill bara svo til að Ísland er bara hálfgett flæðisker hér norður í Ballarhafi þannig að þetta er ekki aðstæður sem að er best að bjóða fólki upp á ekki nema þá út af efnagslegum styrk okkar og þar eigum við miklu frekar að flytja peningana út og nær fólkinu. Já. Mér finnst líka svo, þá kom einhverja tölur, ég man ekki hvað ég sá þetta, að það væri 40 og eitthvað konur í fangelsi á Íslandi 7 af þeim eru íslenskar. Já. Og ég hugsa alveg, bara, og hvað, eða veist, er bara, þá er þetta 40 kannski, ég held að það veri 47 eða eitthvað. Það eru allan að svona 38 útlenskar konur. Meiri hluti gæsluvarðhaldsfanga eru útlendingar. Já. Og það þetta skýrist líka því að, og það er ekki út af flóttamannavandanum, það er vegna þess að eins og ég nefndi þér áðan, að það eru glæpamenninni sem að þekkja glöfuna fyrst og hér eru starfræktar mafíu einingar, palestínska mafían í gegnum Svíþjóð, það er rúmenska mafían og fleiri sem er að gera hér mikið óskunda og við erum að missa tökin á því og samt hrópar fólk á götum út að það með ekki vopna lögregluna og það er ekki að sitja peningi í lögregluna heldur að gera eitthvað allt annað við að borga fleirum listamannalaun eða eitthvað djöfullin og þetta eru hluti sem að er ástæð til að hafa miklar áhyggjur af vegna þess að mörgum af þessum mönnum og konum sem er að lenda í fangelsunum finnst það bara ekkit endilega versta niðurstaða. Nei, það er örugglega ekki, sko. Nei, ég var að tala við svissneska vini mína sem voru að segja mér að fangelsin þar eru yfirfull af útlendingum, fólki frá
austantjálsríkjónum, það kemur og það brýtur af sér sérstaklega á haustin til þess að vera viss að hafa gott húsaskjól og mat yfir vetur. Já. Og svo eru bara svissneski skattborgarar bara fullu að halda uppi þessu hóteli, sko. Hóteli virkar enda þannig að þú mátt ekki fara út á daginn eða kvöldin, sko. Þú verður að halda þig inn að vekja hótelsins. Allir viniðinir eru þarna. Það miklu skárra heldur en aðstæðuna sem að þessu fólki búið í ríkjum, gömlu ráðstjórnaríkjana eða í Afríku eða hvað það er. Já. Ég ætla ekki nefna neina nöfn, en lögreglumaður sem ég þekki, hann var á tímabili að vinna við það að fara með þeim, flytja það úr landi. Sem sagt, það eru þarna nokkur glæpagengi með erlendum. Það er það sem maður vill fá í burtu. Og hann var að vinna við þetta og þeir eru bara í flugvélinni, þá eru þeir að bera saman bækur sína hvað þeir náðu miklum peningum út úr Íslandi áður þeir voru teknir í burtu. Og svo er þetta bara svona eins og boðhlaup. Þegar þessi fyrir heim, þá kemur annar hingað. Þú veist, þetta er bara, Og þetta getur við skrúa fyrir vegna þess að eina leiðin inn í Ísland er í gegnum Keflavíkurflugvöll og við hefum bara að gera eins og Japanir og Bandaríkjamenn, við hefum bara að taka fingraför af 3 fingrum, við hefum að taka augskanna mönnum og það fer enginn inn í landið nema hann standist stífarkröfuna það að við vitum hver hann er og að þetta sé ekki maður sem er tengdur við glæpastarfsemi. Þess vegna þarf að efla heimild til lögreglunnar til að taka við gögnum erlendis frá Interpol og Europol og við þurfum að koma upp leyniþjónustu einingu innan lögreglunnar til að fást við þessi mál. Þannig að það sé líka hægt að fylgjast með þessu fólki þegar kemur inn í landið. Það er ekki hægt í dag. Þetta er stór hættulegt og það er ekkert alvöru þjóðríki sem að lætu bjóða sér upp á svona.